búðuðu undir að komast á toppinn. Goði, best í nesti. Eftirtaldir styrktu gerð þáttanna. Arnarlax, Vesturbyggð, Oddi HF, Vestri EHF og Norrland Air. Klapp á bak og í framhaldi faðmlagið. Félagar færa hvor öðrum frétt. Heyrðu góði vinur, hvað nú að frétta? Segðu mér það kæri vinur minn. Þá erum við komin á eigin og fögru. Hér dásamlegt að vera. Það ekkert að neita því. Tenerife, þangað sem að Íslendingarnir fara. Við ætlum að hitta hérna fallegt fólk, hana Fanny Sif og Óskar Gísla. Hún nú bíldalengur í grunninn. Það nú bara þannig. Við ætlum að skreppa saman í búð, kaupa okkur eitthvað fallegt og elda saman. Og aldrei veit við bjóðum ykkur fólki í mat. Ég ætla að gera rækjur, ég veit það. Minn uppáhalds réttur hérna á einu. Komið þið bara með, kíkjum á þetta, þetta verður gaman maður. Ég og þú, við eigum sólina, við eigum allt sem hvergi fer, við eigum hafið sem að ströndum okkar ber. Skálið fyrir Tenerife. Skálið fyrir Tenerife. Og verður hjartalega velkomin. Já, sömuleiðis. Ég veit næs að vera komin hérna. Eða ekki? Ég elska að segja. Já, ég líka. Og ég ekki að grínast. Og sérstaklega hérna. Mér finnst þetta alveg fáránlega gaman að hitta þig hérna í Los Cristianos. Já. Af því að eftir þessar ferðir mínar sem ég búin að koma hingað, þá ég búin að átta með því að þetta mitt uppáhaldssvæði. Já, ég sammála. Mér finnst þetta besti staðurinn. Þetta allt ólíkt hér eða Los Americas eða Adek eða eitthvað, en þetta hérna eitthvað sjarmi í gangi, það þetta heimafólki. Gamli bærinn. Gamli bærinn. Og alls staðar þar sem ég fer, og hef alltaf farið, þá einhvern veginn ég alltaf komin í gamla bæinn. Maður sækir einhvern veginn í það. Maður sækir í það. Það svo kósí hérna. Já, þetta bara alveg dásamlegt, sko. Og einmitt, sérstaklega að labba hérna á sunnudagsmorgni þegar allir að koma úr kirkju og eitthvað, sko. Þetta svona... Já. Þú náttúrulega alltaf í því, eða ekki? Í kirkjunni? Já. Mér finnst ekki leiðilt í kirkju. Nei, ég veit það. Ég meintur þetta úti. Byrjum á því. Þú ert Fanny Sif. Ég sagði reyndar held ég frá Bíldudal í gerð, var það ekki rétt? Ég frá Bíldudal, Gísli. Já. Ég Bíldalingur eins og þú, sko. Já, ég veit það. En þið byrjuðu að kíkja hérna út og Óskar, hann náttúrulega fljótur að koma sér í vandræði og komin í vinnu á núleitni. Já, við náttúrulega byrjuðum bara á því að koma hérna í frí alltaf fyrir mörgum árum síðan. Já. Svo bara alltaf þegar ég kom hingað, þá var ég bara, þú veist, þegar ég lendi, alltaf eins og ég væri komin heim. Það var bara eitthvað, alltaf ég lendi, ég fór alltaf bara að gráta. Ég bara, í alvöru, ég rosa svona, þú veist, hrifna kona, og mér leiði alltaf eins og ég væri komin heim. Og við fórum alltaf, fyrst voru að koma í 2 vikur og svo endaði þetta við fórum að vera í 6 vikur. Alltaf lengdist og lengdist tíminn, skilur við. Svo bara sagði ég Óskar, ég vil bara vera einn yfir veturinn. Hann var ekki alveg til nema maður búinn að fá vinnu. Hann svolítið svona aktífur, eða þú veist. Hann þarf að hafa eitthvað að gera. Já.
ganga á fjöll og svo fór hann með ferðir með Svala og æxlaðist þannig að þeir fóru eitthvað að spjalla. Þannig að hann fekk vinnu hjá Tenerife-ferðum og ennþá þar. Já. Og bara tóm hamingja. Já. Já. Hér allt mjög svona rólegt og hér þýðir ekkert að vera einhverju stressi. Já, það er þetta rétt. Þú þarft að skipta gír. Algjörlega og mér finnst bara, þegar ég kem hérna, mér finnst ég bara öll svona, ég sit betri sjálfur í mér, þú veist, mér finnst koma svona, mynda svona spá pláss í hausnum á mér, skilurðu. Þegar maður er heima, þú veist, maður er endalaust í vinnunni, alltaf hugsa um vinnuna og mér finnst hausnum á mér bara að vera fullur. Þú skilur hvað ég meina, þegar ég kem hingað þá er bara svo að losna eitthvað og að mynda svona rými fyrir annan, skilurðu. Það er aðeins víðar á milli veggja. Já, ekkert orðað þannig. Já, það hljómar reyndar alveg ótrúlega vel, ég hef nú viðurkennt það. Nú eruð þið að stíga skrefinu lengra, þið voru að kaupa ykkur íbúð. Já, það var bara draumurinn rættist. Já. Það er bara, við keyptum litla íbúð hérna í Los Cristianos. Fólk spyr mér rosalega mikið alveg bara, og hvað ætlað þú að gera, þú veist? Hvað ætlað þú að vinna, þú veist? Ég var aðeins að vinna á Vita í fyrra, sem var bara fínt svona aðeins að prófa. Já. En svo er ég bara aðalega að skrifa líka. Hér er yndislegt að setjast bara út á svalir og bara í rólegheitunum og skrifa. Ég skrifaði bók hérna þegar ég var hérna síðast. Láta hugan ríka. Skrifaði bók hérna síðast? Já. Og svo er ég að skrifa aðra núna, sem að vera vonandi tilbúin fljótlega. Já. Mamma er ennþá að jafna til fyrstu bókina, en ok. Það var svolítið erotísk, eða ekki? Jú. Já. Hún var það. Já, en hún hafði samt gaman að henni og kláraði hana, sko. Er það ekki? Jú. Já. Það er bara framhald. Já. Ekkert annað. En svo er það hérna, svo ætlum við að reyna að búa til einhvern smá mat saman. Já, okkur finnst það ekki leiðilegt. Nei, okkur finnst það alls ekki leiðilegt. Ég er náttúrulega alltaf þegar ég kem og þá elska ég að sko prófa út allt sama réttinn. Þannig að það, þú veist, mér fannst það einhvern veginn bara borðleggjandi að ég myndi gera einfaldasti rétt í heimi sem eru bara hvítlauksrækjur, ef við íslenskum þetta, sem stendur á öllum matseljum allstaðar. Já. Aldrei jafn, þú veist, það er ekkert alltaf jafn góðar, sko. Nei, það eru misjafnar. Það eru mjög misjafnar. Já. Þú veist, ég veit alveg hvað ég vil, sko. Ég veit að ég vil hafa hvítlaukinn brúnan og, þú veist, ég er nokkurn veginn, ég er búinn að ímynda mér þetta, en svo er bara algjörlega til að koma í ljós hvort þetta tekst. En ertu búinn að prófa þetta áður, eða? Nei. Nei, ok, en þetta er frumraun? Þetta er frumraun. Já, spennandi. En ég keypti mig með pönnu frá Íslandi til þess að gera þetta. Já. Og svo fyrir eftir hvað verða margir í mat, ég kom með tvær, eina litla og eina stóra. Ok, geggja. Ef við ekki að bjóða einhverjum í mat. Jú, verðum við ekki að gera það. Ég var nokkið búinn að spá í því. Óskar kemur það ekki? Jú, hann er í maska, hann er að vera búinn að vinna. Hvenær kemur hann tilbaka? Bara eftir svona klukkutíma. Já, geggjað. Það passar eftir okkur. Já. Og hvað ætlað þú að gera? Herri, ég er náttúrulega rosa mikið salatkona. Já. Og líka ostakona, ég elska osta. Já. Þannig ég var að spá að gera svona eitthvað gott salat með kannski burrata-osti eða mozzarella eða eitthvað svona. Já. Og náttúrulega með hérna hammon sem þeir borða náttúrulega mikið hérna. Ég elska hammonur þetta. Er það ekki? Jú. Já. Eitthvað svona pínu spænst. Já, þetta er dásalegt. Geggjað. En að þið eru nú komin á síðasta sopan. Já. Hvað ætlum við að versla í matinn? Herðu, mér langar að fara hérna, lítil ostabúð hérna aðeins ofar sem mér langar að sína. Hljómar svo draumur. Já. Og þú ert náttúrulega að leita að rækjum. Já, mér vantar rækjur. Er það ekki bara Mercatonna? Jú, ég held það. Ok. Svo kannski kíkjum við aðeins að líka ávaxtabúð, svona grænmetis ávaxtabúð sem var kannski gaman að kíkja í. Er það ekki? Hljómar allt bara eins og svanasöngur, sko. Sounds as a plan. Sounds as a plan. Let's go cook something. En þurfum við ekki, talandi það, þurfum við ekki að kaupa okkur eina hvítisflösku í leiðinni, eða? Allavega eina. Það er rétt. Mozzarella? Mozzarella mañana. Oh, mañana, ok. Then burrata. Burrata. ¿Cuál? Tres? Nei. Hvað er með gorgonzola þarna? Gorgonzola? Ó.
svo Gætum við keypt okkur einhverjar ólífur í leiðinni? Já, sjálfsögðu, rosalega góðar ólífur. Mig langar svo í þessa ólífur. Já, Ég ég þarf bara- elska ólífur. Hvernig væri að gera okkur bara eitthvað smá platta með? Algjörlega. Eða ekki? Jú, en ég var til í að kaupa einni viðbót að borða þetta, mér finnst það svo lítill. Ég er auðvitað svona stærri. Yes. Hamon? Mamma? Parma? Ah. Skiptið þessi. Gracias. Yes. Þetta er gott. Þetta er geðveikt. Þetta er svona sko, þetta er svona by far alltaf uppáhaldsmaturinn minn. Það eru svona pulsur, ostar, ólífur sko. Já, algjörlega. Við erum greinilega á sama. Mér líður eins og hérna, þú verður með börn í dótabúð. Já. Þú mátt velja eitt, en við komum út með... Já. Við ætlum bara að kaupa burratos. Já. Kannski smá, hamon. Já, ætlum bara að kaupa einn ost. Já. Þetta er geðveikt. Gracias, buen día. Thank you. Have a good day. Gracias. Bye bye. Bye, bye. Úi! Ó, mér langar svo til að borða þetta allt líka. Já, ég er sammála. Þetta er svo geggjað. Það líta vel út. Og El Tete og Leo. Já. Það ekki? Jú. Við ætlum að kaupa fíkjur og ólífu frá Tenerife. Já. Getum alltaf keypt eitthvað, Gísli. Já. Nei, hættu. Hvað erum við að tala um? Fá í grass hérna? Já. Why not? Ok, þú verður að gefa mér eina góða ástæð fyrir það. Já. Hendi þetta? Er það ekki? Skal byrja á ostabakkanum? Vilt þú ekki bara byrja á salatinu og ostabakkanum, svo endum við að rækja hann? Á ég byrja á salatinu og þú gerir ostabakkanum? Já, þú treystir mér. 100%. Ég sá þú meintir þetta ekki eins. Geggjað. Algjörlega geggjað. Þessi hérna úr búðinni hérna. Ostabúðinni. Hjá vinniðinum hérna. Já. Hún er geggjuð. Já, hún er rosalega góð. Og nú er ég hættur að stinga upp mig. Í bili. Þú mátt ekki borða þetta alltaf án að fara þetta fram, Gísli. Kannski aðeins að hjálpa þér. Ég ætlum að bara lenda hérna. Vá. Fallegi tómatar svona gulir og
Þetta sem sagt búið til hérna, tekið úr pálmatrjánum hérna. Þetta síróp, ég held ekki síróp, Óskar? Hvað? Og þú kannt að segja frá þessu, hvað er að segja okkur frá þessu hérna? Jú, þú veist alla söguna baka þetta. Þetta pálmasíróp og kanarski pálminn. Það farið upp í hann, gert gat, búið til dren og það hægt að taka 5 til 10 lítra af einu tré á 5 til 10 ára fresti. Nei. Jú. Það soðið niður og það ekki sett neitt annað út í þetta, bara að soðið niður þá verður þetta þykkara. Þetta eins náttúrulegt og hægt sko. Þetta er geggjað með ostunum. Bara eins og ég og þú? Já, segðu. Heyrðu, ég ætla að gera svona salat með burrataosti og mozzarellaosti sem við keyptum í fínu ostabúðinni. Ein spurning, bara því ég veit það ekki. Burrata. Já. Hvað er það? Það er ostur. Ítalskur ostur. Ég held ég sé alveg að segja þess að hann sé ítalskur. Og það er rosa, þú veist, hann er svona mjúkur innan og þú skerði hann þá svona lekur hann út. Gísli, hvað er uppáhaldsmaturinn þinn? Eins og sést á vaxtalæri og þá er ég rosalega hrifinn af pasta. Já, pasta er alltaf rosa gott. Ég elska líka pasta. Basically, þú veist, það sem við erum að henda á svona platta núna er nú í svona uppáhaldi hjá mér. En ég er rosalega mikill basic þegar kemur að kjöti og svona. Þá vill ég bara lambahrygg með... Og kótilettur í raspi? Já, og lambahrygg bara með brúnni sósu með kraftinum úr, þú veist, pottinum. Já, ég skil þig. Svona bara gamaldags lambahrygg. Þetta segir þessi gamaldags? Já, ég er það. Það klikkar aldrei. Herðu, svo erum við komin hérna með gráfíkjur sem hann Óskar kom með hérna úr Maska sem eru rosalega góðar. Þegar þú segir hvað er uppáhaldsmaturinn minn, ef ég fer út að borða, þá finnst mér skemmtilegast þegar fólk er saman og það pantar forrétti og margar litla rétti og svo deila allir. Já, ég elska það líka. Það er svona minn uppáhaldsmatur og fá smá bragð hérna. Af því í forréttunum er alltaf sko öll bestu brauðin, skilurðu. Ég veit. Ég kaupi mér oft sko forrétt, sleppa aðleitunum og kaupi svo eftir þetta. Já. Þetta er mozzarellan. Hann er svona stífur, sérðu. Svo burrataosturinn, sérðu. Hann er svona mjúkur alveg. Svo þú skerði í hann, þá lekur hann svona alveg út. Rosalega góður. Þetta er alveg tvennt ólíkt, sko. En rosalega gott. Setja yfir þetta hérna ólífuolíu sem er búin til á Tenerife. Frá Teiti frænda Frá Teiti, já. Teiti heitir það víst. El Teiti. Rosalega gott. Það er ekkert betra sko en góð ólífuolía. Smá svona flugusalt yfir, svona rétt. Grænt pesto. Smá svona rauðan lit í þetta líka.
Svo er ótrúlega gott Gísli. Það með brauðinu. Pesto. Settu pesto og til að toppa þetta. Mayo með? Settu við mayo úti. Pesto mayo. Hefur En smakað það? ég á góða vini sem myndi aldrei hafna majónes. Ég get alveg lofað því. Mayo. Hver elskar ekki mayo? Hver elskar ekki mayo? Ha. Alltaf að læra eitthvað nýtt. Alltaf að læra eitthvað nýtt. Pínu salt. Herru, við ætlum að hnoða í rækjurnar sem við ætlum að hafa með þessu. Ég elska það bara með fullt af hvítlauk og það sem mér finnst ekki verið er að setja hvítlaukinn svolítið vel á undan. Þannig að hvítlaukurinn brúnist aðeins og verði svona sætur og næs. Því að rækjurnar, þær þurfa ekkert svo langan tíma. Og við ætlum ekkert að hafa þetta flókið. Það er bara hvítlaukur, það er bara chili, steinsilla og salt. Og málið er steindautt. Við erum búin að hita pönnurnar. Þeir eru nú alveg slatta, þær eru stórar þessar rækjur. Þær eru með haus og hala, en sem því er náttúrulega bara eitt. Það verður meiri kraftur í þessari olíu. Það kemur náttúrulega alveg bönns að bragði þeirra skilin og hausinn eru með. Ég held að við séum bara að vera að klára og taka á móti gestum. Sem ég þá. Ég segi bara skál. Skál. Og verið hjartalega velkomin. Og bara gjörið þið svo vel, bara njótið. Ekki svona fljótt. Ok. Byrjaðu nú að segja hvað þú varst með hérna á þessu disk. Bara svona lauflétt. Bara lauflétt. Þetta er svona lauflétt salat. Já. Með parmaskingu og mozzarella-osti og burrata-osti, tómatum, pesto og melóni og alls konar svona góðgæti. Og hráskinku. Já. Svo er þetta náttúrulega bara standard fallegur ostabakki hérna. Þetta er svona svolítið í anda bara veðusins, held ég. Já, svona létt og gott, já. Það sem ég elska og ég er sennilega mest af þér í þetta, þannig að mér finnst hæfið að dúndra þessu á pönnu. Þannig ég segi bara þetta skál og bara gerið svo vel. Skál, gerið svo vel. Skál.